Það eru töluverðar breytingar og menn svona hafa verið að tínast úr hópnum bara fram á síðustu stundu. Já, það búið að vera smá bras að koma þessum hópa blað og verið svona töluverð óvissa í langan tíma og svo var svona fyrir mig sem landsliðsþjálfara þá var þessi helgi ekkert frábær, hann upp að meðsla að gera hjá mínum mönnum og bara breytingar sem bæði bara einhverju voru fyrirsjáanlegar og ég kannski vissi af einhverjum meðslum og svo bara annað sem kom upp og kannski náttúrulega ekki okkar sterkasta lið sem við erum að velja og ekki allir leikmenn sem ég hef úr að móða þannig að það er bara staðan en fínt að vera búin að velja lið, bara fínt að koma þessu frá sér, þetta búið að vera hausverkur að koma á svo blað og þetta er eftir að spila ykkur leiki en það getur ennþá eitthvað breyst en fínt að vera búin að geta farið bara einbeitt sér að því að svona smíða eitthvað gameplan fyrir þessu leiki. Séu þú velur Ísak Steinsson í fyrsta sinni og svona meðan býður Björgvin náttúrulega utan með liðs. Er þetta svona breyting sem þú hort svolítið til eða? Já, ég var svolítið búin að ákveða þetta svolítið snemma og tók fund nú með Bjögga tiltölulega snemma eftir HM og svona í að því að þetta var eitthvað sem ég ætlaði að gera. Þetta kannski svona einhver þversögn í þessu, ég er kannski ekki alveg að endilega velja, mér finnst ennþá Viktor Bjöggi okkar besta markara par og en mér finnst mikilvægt í þessu tilfelli að svona hugsa aðeins lengra fram í tímann, það er erfitt að búa til landsliðsmenn og tala ekki markverði og það veit að allir svona bara hvað reynsla og að upplifa hluti skiptir miklu máli í þessu og það tekur bara töluverðan tíma og mér fannst ég svona kannski bera smá skylda til þess bara að byrja á því verkefni og í dag finnst mér bara Ísak vera einn af okkar efnilegustu markvörðum og ungur spilar vel í Noregi í fínu liði og á framtíðina fyrir sér að mínu mati og þetta er kannski bara svona fyrsta skrefið í því. Og svo náttúrulega kannski að hluta til vegna þessa meiðsla þá er komin andlið sem ekki hafi verið på síðkastið, Andri Már og Arnór Snær og Donni og einhverju fleiri. Já, minna auðvitað, þessi bransi virka þannig að breytingar og tækifæri þau koma nú oft út af meiðslum annarra leikmanna og það eru bara leikmenn sem vantar og hefðu kannski öll óbreyttu verið í liðinu og yfirleitt því það nú bara tækifæri fyrir ykkur aðra. Allir þessi þrír sem taldir upp hafa verið í hóp hjá mér og kannski ekki spilað ykkur leiki hlutverk en einhver að þeim færum við allan tækifæri til þess að sýna sig og vonandi bara fyrir mig sem landsliðsþjálfari verður þá bara hausverkur meiri næst þegar ég hefur öll að móða en þetta er aldrei þannig að þú vilt hafa lungaðu liðin eitthvað í henglum þegar þú ætti að velja lið, þú vilt bara hafa úr öllum þínum leikum að velja en það er bara ekki staðan. En þetta er bara gott lið sem er að fara að hittast í Grikklandi og ég er ekkert smeykur við það og við mætum þangað bara með eitt markmið í huga og það er að vinna og allt annað væri bara gali hjá okkur að fara að hugsa eitthvað öðruvísi. Vilt fá 4 stig út úr þessum 2 leikjum? Já, þetta vil ég það og ég gerir bara kröfu á það en það er bara ein leið til þess og það er bara að spila góðan leik og góða leiki og sína frammistöðu. Ef við gerum það ekki þá verður þetta erfitt og þeir hafa alveg sýnt mér á þeim leiki sem ég hef séð að þetta er hættulegt og ef þú bara ekkert bara móti þeim, þetta er bara svona almennt í íþróttum og ég hef eflaust oft komið inn á þetta í ykkur viðtölum ef þú bara þegar þú pulsast þá bara færðu það í bæki og nú er farið að líða kannski hægt og rólega seinni hlutan af tímabilinu hjá þessum strákum og menn fara að líjast og þá verður þetta ennþá meiri kúnst fyrir menn að mæti svona verkefni einbeittir og grimmir Þú velur 16, ertu með opið að kalla jafnvel inn 1-2 í viðbót fyrir eða eftir Grikklandsferðina? Já, kemur mjög óvart, ég myndi ekki gera það fyrir ferðina og það er óháð því hvort að allir komast heilir í gegnum þessa viku eða ekki. Mér finnst eiginlega bara lítið að fara með 16 leikmenn í þetta verkefni. Við höfum eftir að æfa 2 til 3 og það getur allt gerst á æfingum og við þurfum nú allan að fylla skýrsluna þegar við förum í landsleik og ég ætla bara aðeins að sjá svona hvernig næstu leiki þróast og eins er ekkert útilokað að
hafa Gísli til dæmis spilið með Magdeburg og ég bara í sambandi við þessa stráka og fylgist vel með þeim og þannig að já, það kemur ekkert óvart að það fær aðeins fleiri, 1-2 fleiri með okkur til Grikklands. Eitt að lókum, þú velur Viktor Gísla, þú hann sé á sjúkralista, ertu bjartsýn á að, ríki bjartsýn yfir því að hann geti verið með? Já, annars væri hann ekkert á listanum. Hann bara, þetta leit miklu betur út heldur en kannski menn óttuðust til að byrja með. Hann bara fór í mjög góða læknisskoðun, eru góðir í sjúkraþjálfun og bara sjálfur bara mjög brattur á því að ná þessum leikjum og hann á meira þess að vona því bara að vera með í næsta leik hjá Wisla og en ef þetta fyrir hann ekki með þá bara gerum við breytingu á honum. Það var bara næsti maður. Það bara þannig.